Og áfram með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Til mín komin Unnur Birna Karlsdóttir, sagnfræðingur, velkomin. Þakka þér. Og þú varst að gefa þessa fallegu bók, Öræfa hjörðin. Saga hreindýra á Íslandi, til hamingju. Já, þakka þér fyrir það. Er þetta afrakstur mikilla rannsókna og vinnu? Þetta afrakstur, já. Ég er búin að sitja við á 4. ár, meira eða minna, við það að koma þessu saman. Og þurfti reyndar svo í lokin að sitja við og stytta. Já, mikið efni sem að hún væri mun. Ég held ég að við skorið af svona kannski 1,5 kíló. Já, er það? Já, ég skil. En þetta kannski hófst þegar þú fékkst þessa stöðu þarna í háskólasetrinu? Já, það var svo auglýst staða, rannsóknarstaða á Austurlandi árið 2015, Háskóli Íslands. Og þemað var maður og náttúra og ég var þá nýbúin að vera að klára þessa sýningu hreindýrin á Austurlandi sem sett var upp í minjasafninu á Egilsstöðum hjá Minjasafni Austurlands. Þannig ég var með heilmikið efni þannig að mér var sporleggjandi að geta fyllt því eftir sem aðeins lengra sem akademískri rannsókn og þannig ég lét reyna á það að sækjum og svo fekk ég þessa stöðu, var svo heppin og þetta niðurstaðan. Þá var ég auðvitað að klára dæmið og pælingi var hvort þetta ætti að vera bara fræðigreinar og birtar kannski aðalega í útlöndum en svo ákvaðum við og ég hafði svo mikið meðbyr með það innan minnar stofnunar að gera þetta bara hreinlega að bók. Bara svona fyrir almenning sko? Fyrir almenning, fyrir fræðimenn og almenning. Þetta er ritrýnt og ritstýrt verk en talar til bara Íslendinga almennt, ekki einmitt og mér fannst ég þurfa að gera það svona í fyrsta kasti sem maður er að skrifa hreindýrin af því að það er mjög langt sinni hefur komið bók hreindýrin þannig að var svolítið vegilegt að geta bara til að byrja með gert þetta svolítið veglega. Og fallega myndir líka. Já, ég býja því að þannig eru mikið að myndum eftir bæði frá ýmsum einstaklingum en aðalega frá Skarphéðini G. Þórissyni líffræðingi sem starfar hjá Náttúrustofu Austurlands. Við hreindýra rannsóknir þannig hann kemst svo nærðið með svo sérstæðum hætti og er góður frábær ljósmyndari þannig að algjörlega heldur bókinu uppi þessar myndir hans finnst mér ásamt öllu þessum dásanlegu sögulegu myndum sem að ég fekk að svona hvaðan ég var. En segðu okkur líka aðeins frá þessu háskólasetri. Þetta er eitthvað svona sem er í öllum landsfjórðungum, ekki satt? Jú. Og þarna ert þú bara ein ennþá? Ég er ein ennþá. Ég vona nú að verði hægt að fjármagna aðra stöðu. Það er nú bara þannig. Er það ekki svona stefnað heldurðu? Það er algjörlega stefnað, jú. En ertu þá alveg alein eða ertu í einhverju svona rými með öðrum sem er eitthvað? Ég er svo lánsöm, ég er svo lánsöm að það er þarna klasi af stofnunum, bæði Austurbrún með náttúrulega alls konar starfsemi hjá sér, svo er Náttúrustofu Austurlands, Umhverfisstofnun og Heilbrigðiseftirlit Austurlands. Þannig ég er svona ekkit ein einhver staðar, nei, ég hitti fólk sem betur fer að því annars er því maður skrýtnari. En var þetta starf, var það til þess að þú fluttir austur eða bjóstu fyrir austan? Ég flutti austur, ég fekk stöðu safnstjóra Minjasafnsins og flutti austur, eða það var eiginlega bara svo hittist einhvern veginn þannig að sú staða var auglýst þegar ég var bara sem þáttur í mínu einkalífi að hugsa hvort ég ætti að flytja austur. Áttu rætur þar, ertu það? Nei, enga rætur og ekki skil nokkru manni, en maðurinn minn er þar. Þannig ég var elda ásturina til Austurlands. Og fékkst svona skemmtileg verkefni. Og hef fengið ótal skemmtileg verkefni. Síðan ég fór þangað og kynst mikið að skemmtilegu og áhugaverðu fólki. Og þetta svæði er mjög áhugavert. Mér finnst ég vera svona læra Austurland, taka master í Austurlandi. Frábært. En ertu búin að ákveða hvað gerist svo næst? Nú er þessi bók komin í höfn. Ertu þá bara strax með næsta rannsóknarverkefni? Já, það er kannski þorir ekki að tala mikið opinberlega um það, maður þarf að sjá hvað verður úr því, það þarf að sækjum í rannís og alls konar, en það eru að halda áfram rannsóknum sem tengjast tengslum manns og sambúð manns og náttúru með fókus á Austurland og það er náttúrulega nóg að taka þannig þetta er landbúnaðar og skógræktar og sjávarútvegs samfélög þannig að einhvern veginn á því og virkjunar auðvitað og stóriðju þannig að það er nóg að taka og líka mikil menning og menningar og ferðaþjónusta þannig að þannig tengist allt einhvern veginn þetta er mjög það er alveg sægur af rannsóknarverkefnum sem að ég sé fyrir mér og mér langar að draga sem sagt rannsóknir vísindamanna að þessu svæði meir en hefur verið gert.
Þannig það er svona stefnan. Já, og það svona eitt í einu, maður með mörg verkefni í einu, hvernig vinnur svona, hvernig myndir þú útskýra þína Maður reynir að ætla sér af en það kemur fyrir það staplast svolítið upp. Já. Nokkur verkefni. En aðalmálið er að hérna reyna að vera með stór verkefni í styrkumsóknunum svo þau séu raunhæfari og við förum að stað eftir áramót, ég og nokkur fleiri að reyna fyrir okkur gagnvart Rannís eins og allir vísindamenn alltaf að gera árlega. Já, þetta bara fylgir því að vera vísindamaður og rannsakandi. En svo poppa alltaf upp minni verkefni sem að maður eru með á skrifborðinu sínu þá og í samhliða því og ég til dæmis núna að vinna með sveitafélaginu og Fljótsdalshéraði varðandi verkefni verndarsvæði byggð. Að því ég er sagnfræðingur og þá er ég að taka saman svona þennan tillögupakka og taka saman sögu þess svæði sem að verið að horfa á og svona. En mikil núna að vinna framöndan í að kynna bókina og selja hana? Það kannski ekkert alveg þitt vandamál. Sko, það nú, maður reynir sitt besta. Ég náttúrulega höfundur sem bý á Austurlandi, þannig að ég veit að það að fara fyrir mína hönd staðgenglar kynningar í Reykjavík núna, næstu dögur. En þetta alveg frábært og örugglega, en sko, hreindýr, maður segir alltaf að þau hafi verið flutt hérna inn frá Noregi, það nokkuð bull? Nei, það rétt, frá Finnmörku í Noregi. 1700 eitthvað? 1771 komu þau fyrstu og svo komu 3 sendingar í viðbútt, hingað í Eyjafjörðinn 1784 og sleppt upp í Vaðlaheiði. Vildu þau ekki vera hérna á Norðurlandi eða eitthvað? Já, þau voru í Þingeyjarsýslum, alveg fram á 20. öld. Og hér í Fnjóskadalnum og austurum. Svo var gerð tilraun með að koma á fót hreindýraræktunarbú í Eyjafirði. Það virkilega? Á 4. áratug 20. aldar, 5. áratugum. Þannig það var alls konar pælingar verið með þau, sko. Já, aldeilis. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessari bók og gangiði vel fyrir austan. Já, þakka þér fyrir.